Komið þið sæl, það margt framundan á rauðaborðinu í kvöld, fjölbreyttur þáttur. Við byrjum á að tala skólana og vetrastarfi sem fer senn að hefjast og kennararnir byrjaðir að undirbúa það. Til mín kemur Magnús Þór Jónsson sem formaður Kennarasambands Íslands og við ætlum að ræða þær mörgu áskoranir sem fylgja skólastarfinu. Þegar að Magnús Þór kveður okkur, þá setjast þið saman niður Gunnar Smári og Gauti B. Eggertsson, prófessor í hagfræði við Brown háskóla í Bandaríkjunum. En Gauti hefur einmitt skrifað mikið Ísland og Evrópusambandið að undanförnu og hafa greinar hans vakið mikla athygli. Það hefur verið forvunlegt að fylgjast með honum og Gunnari Smári þeirra umræðu. Síðan það menningabrunnur. Það Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi sem ætlar að ræða við Björn Þorláksson menningabrunn. Við komumst betur að því hvað það þegar að þeir félagarnir setjast niður og í lokin þá var að sólmyrkva hátíðin heimsótt og þarna sem sagt að við að gera eða undirbúa, skulum við segja, ekki klart, það verið undirbúa til þess að Hellisandi þar sem að íbúafjöldin margfaldast þessa daga í dag og morgun og það Jón Bjarni Steinsson sem verið viðtalið við Ásdís Olsen í gegnum fjárbúnað eða Zoom-viðtal og ætlar að uppfræða ykkur það sem að framundan og hvernig þau undirbúa þessa miklu hátíð sem að margar hlakka til að fylgjast með. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, komið þið sæl. Fyrsti viðmældinn okkar í kvöld Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins. Vertu velkomin, Magnús. Takk fyrir það. Nú styttist í að skólar hefi starf. Kennara kannski byrjar að mæta til starfa? Já, nú þetta allt að fara af stað. Leikskólarnir náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp á Vestmannaeyjum. Þannig að þar að verða komin fullmönnur. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir, þeir sem fóru í sumarleyfi. Þetta vikan sem markar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo krakkarnir farin að koma í svona miðbik næstu viku í framhaldsskólan og í lok næstu eða upp af þar næstu. En það allt komið að stað og kennarar eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mætti til þess að klára stundutöflur og öll þessi haustverk sem skólanum fylgja. Já. En það er svo margt sem við okkur ræðið við. Byrjum á með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum? Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að kljást við það verkefni að fjölga menntuðum kennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að við gengið mörgulítið ágætlega ef við horfum til útskrifaðra kennara. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið á ákveðnu jafnvægi í því að við halda þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verður miklu hærra
að fagmenntuðum leikskólakennurum hefur verið kringum 30%, þó við séum að fjölga leikskólakennurum töluvert mikið, þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum er að fjölga og þeir eru deildirnir að stækka, þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem svona hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með Tekst að mennta fólk inn í það. Já, við við höfum bent á það hjá Kennarasambandinu að verkefnið eigi ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistun og tíma barna, heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá frekar fagmennskuna og séum að manna herra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara. Það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona hafi verið svona tímabundin átök svolítið sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir leikskólakennara og stjórnir leikskólanum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis. Það er auðvitað verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi að stiga fast inn í. Þróunin í framhalds- og grunnskólanum hefur verið á þann hátt að það hefur verið að hækka hlutfall ófagmenntara kennara og við höfum svo sem lýst því að við höfum haft áhyggjur af því að verkefnið sem líka er ákveðin breyting í því að þetta voru, má segja, ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall ófaglæra var herra og það kannski reyðist bara af samsetningu samfélagana. Það bara hefur verið svo sem sagði gegnum tíðina að lítil samfélag dreifbýlinu hafa kannski átt erfiðara með að halda uppi fagþekkingu kennara gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á saman stöðu en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og við erum þar að sjá hlutfall ófaglæra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum erum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjörð því að þar séu að lendi því að hluti kennslunni sé að fara fram bara í verktöku eða í hópum sem að það eru ekki að koma inn í starfið að fullu leyti. Þannig við höfum lýst þessum áhyggjum í síðustum. Sem betur í verktöku, er það þá bara utan skólana? Já, það er bara það mögulega þannig að það er að koma inn einstaklingar sem kom inn til þess að kenna ákveðin áfanga. Þetta er mjög oft tengt verknáminn okkar til dæmis. Það sem fólk er bara að koma inn til þess að kenna einn hóp eða einn áfanga og það er eitthvað sem er að einhverju leyti skiljanlegt að því það er auðvitað við viljum að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar sé kannski, þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski fyrir 30 árum þar sem að kennarar voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum föst í svona ákveðnum bóklegum greinum. Þetta er hluti sem við höfum verið að sjá að það er að fjölga kennurum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem eru þá að koma inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem er ekki með leiðuspyrti kennslu verið aukast og það er auðvitað eitthvað sem við höfum ágjur af og Kennarasambandinu höfum kallað eftir að við sem samfélag setjast yfir hvaða leiðir eru færar til þess að hækka þessi hlutvöll í öllum skólagerðunum. Sko, þið hljótið að vera að leita skýringa hvers vegna að svo margar stöður eru mannað með ekki kennaramentuðu fólki. Hvað er það? Í samfélagsumræðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari, meiri kröfugerði kennara vegna til dæmis tungumála þekkingar nemenda. Ég tala með mörg tungumál kannski eins og að bekknum og er kennarastarfið kannski þá þyngra, erfiðara heldur en það var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan, 10-15 árum. Sko, þetta er auðvitað svo sér. Við höfum auðvitað verið, eitt af því sem við reynum að gera er að reyna að rýna inn á við. Því það, við höfum alveg kynst því að okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýptina með okkur og segja okkur nákvæmlega hvað er það sem við erum að horfa til. Við auðvitað höfum bent á það að launaleg staða kennara varðandi sambærilegar stéttir hefur ekki verið með þeim hætti sem við viljað sjá og það er ein breytan, það er ekkert eina breytan en það er klárlega ein af þeim breytum sem er að þegar að fólk er að velja sér lífsstarf og sér fram á það að fái eina upphæð fyrir að vera kennari en aðra upphæð eða fer inn í sambærilegt nám og fær miklu meiri pening þá er það nú bara sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá er þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum. Við teljum okkur hafa náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lagðum. Við höfum náð ákveðnum áfengum þannig
en þurfum að komast lengra því það er einn af þessum þáttum sem er einfaldasta laga, það er einfaldasta lagalögnilega þáttin. Það sem þú ert að vísi, Sigrún, er auðvitað bara umræða sem að fyrir okkur sem eru búin að vera lengi inn í skólunum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari, það hefur verið álagsstarf en það er eins og segir, það eru mörg verkefni sem eru komað ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengið betur að leysa, takast á við. Við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar frávikshópa, gert það vel eða illa, bara svo það sem bara sagt upp átt, en núna erum við klárlega að horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ, til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa, hvernig við getum góðum móts við ólíka ólíkan félagslegan bakgrunn. Það því að krafan í dag er bara orðin sem betur fyrir miklu meir en var fyrir 20 árum með það. Við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum, þar sem í dag erum við að tala um það að nær 100% nemenda fara inn í framhaldsskólakerfið okkar. Það er ólíkt svo því þegar ég var að fara út úr mínu framhaldsskóla eða þú, það sem að stór hluti, ákveðin hluti minna jafnaldra fór bara á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan. Það er kannski skýrasta dæmið svona ný verkefni sem við erum að takast á við. Og þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á. Við höfum bent á þessa hópasamsetningu, hópastærðir. Okkur hefur fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa, þurfa mest aðstoðana til þess að ná utan um skólan. Við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólinn, hverfiskólinn og þorpsskólinn ætti að vera fyrir alla, hún hefur verið betur fjármögnuð og ígrunduð, okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það er álag hjá kennara að vinna með nemendur sem líður ekki vel í aðstæðunum. Og svo þetta er við dag, er nýjustu tölur sem við sjáum, þá erum við að vera komin um 20% nemenda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumáli sínu heimili. Þar er risa verkefni sem að kannski ekki, ég ætla að leyfa mér að segja það, og síðustu kannski 3, 4, 5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum, í ákveðnum samfélögum höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni, en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa, og það er þetta erfiðasta fyrir kennaran, alveg sama hvort er leikskólanum, í grunnskólanum, tónlistarskólanum, framhaldsskólanum, að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem að þú komir henni ekki til það. Það er engin tilfinning verri fyrir kennara heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel. Það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er, og ég kannski leyfi mig líka að segja það, hafandi verið inn í skólum líka fyrir þarna 30 eitthvað árum, að hluta til held ég að við sem erum þarna inn í skólunum, að við séum meira meðvitað það að þetta sé okkar hlutverk. Að þess vegna sé kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur. Ég held að þegar ég er að koma inn þá er þessi umræð, er þetta menntastofnun, er þetta uppeldisstofnun, við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir, voru skólar sem voru ekki endilega fyrir alla, þannig að núna erum við orðin svo meðvituð það að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíkan félagslegan bakgrunn, og það er erfitt verkefni. Og við höfum núna farin að tala um einhverju hluti sem ég held að fyrir 30 árum voru svo ekkit mikið svo glatt umræðefni skólan, sko, því það var bara annar hlutverk sem hann hafði. Þannig að þetta er svona blanda af mörgu. Einfaldast er að laga launaþáttinn, en svarið við hinu er þetta bara það sem við svolítið höfum að kalla eftir, að við sem samfélag svolítið bara rýnum onni í það, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar, hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við það besti í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélagunum eða hvað sem við erum að tala um, sko. Þannig held ég að við þurfum að nenna frá dýftina, sko, og vita hvað við viljum gera. Já, en þegar ég var að spyrja þessu þá sagði ég líka fyrir mig, sko, að vel meinandi kennari, vel menntaður og hvaðina og vel undirbúinn, að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nemendur sem að getur ekki ná sambandi við það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann hvort þetta getur virkað, sko, fráhrindandi fyrir, sko, að fólk svona fari síður í menntunina því að það getur staðið frammi fyrir einhverju svona hindrunum. Ég held að það sé bara heilmiklu líkur á því. Ég held að það sé akkurat svo, og þú talar við erum að tala hérna krakkarna sem það er einfaldast að benda á
tungumálin. Ég var nýlega að tala við kennari í mínu hverfi, býnu í Breiðholtinu sem er með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og það reyndar Breiðholti, ég ætla að leyfa mér að orða það þannig að Breiðholti hefur verið í farabróti við það að reyna að koma til móts við þessa einstaklinga. En þetta er nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að liggur þyngst á kennurunum okkar, að það er það að vera með krakka sem við ná ekki að ná til og svo erum við auðvitað líka að horfa krakka sem að eru með hegðunarfrávik og þurfa mikinn stuðning sem að var tekin ákvörðun fyrir nokkrum árum sem ég tel ennþá klárlega hafi verið rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vanta töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski, ég ætla að leyfa mér að segja að það skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag er það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa því þetta er álagið og þetta er það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennaranema sem er að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risaverkefni og þetta er klárlega einn partur og mögulega einn stærsti parturinn í dag af umræðinu það hvernig við getum svona dregið úr þessu álagi sko. Þú sagði ráðan sko, árið 22 nemendur í einu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál. Það eru fleiri, það eru 13 tungumál sko. Já, 13 tungumál, já 13 tungumál. Já. Og þá ef að við ættum sko íslensk börn þarna sem að þá myndum við segja, þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barnið mitt fær. Sko, það er auðvitað viðhorfið sem að stundum verður og ég ætla nú að svona, sko, þess að ég segi að sko í dag, ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum. Þetta voru, fyrir svona 10 árum, þá voru þetta ákveðin hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var Reykjanesið, þetta voru samfélög svolítið út á landi. Það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20, 30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn og breytingin sem hefur orðið núna á síðust árum hefur verið svo og nú erum við komin með verkefnið inn, ég ætla að leyfa mér að segja í alla grunnskóla landsins og þar greinir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni og þá er akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín og þar ætla ég að leyfa mér að vísa til dæmis á það að við vorum með ráðstefnu í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu mentamógular sko alheimssamfélagsins hvort sem það eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í Fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem er bara eins og þeir sögðu heimsmælikvarða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og sko ákveðnum tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leyst verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna en í dag erum við bara að tala um ef við tölum stærðir sem eru í bara grunnskólanum ef við séum þessi 20% barna þá eru 10.000 börn á Íslandi sem eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega á veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða Þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi þar sem arabíska letrið eða kyrillíska letrið er að koma. Þetta eru svo ólíki staðir. Þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólana okkar og þannig öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta má líka segja að þetta er líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barnegnir í 1,6 barn á fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vör við það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að viðhalda kerfinu okkar er fyrst og fremst fólkin í börnum sem eru að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verði með þeim hætti að bæða þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að er þá í sumum tilvikum það heppin að fá inn nógu mikið af krökkum til þess að hverfisskólinn eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólinn beri sig, þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt er að veita. Og þetta er risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala um það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum. Leikskólinn er klárlega í dag með örgulega með herrahlutfall, það er verið að fara yfir þáttölfræði. Í dag eru krakkarnir sem eru að útskrifast úr grunnskólanum sem er ekki tilbúnir
í rauninni til þess að íslenskan ekki orðið þeim ennþá mjög töm, þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag erum við komið með risaverkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta er verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem er tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta er risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla þar sem að þetta er verkefni, þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem skólinn breytist með þessum hætti, þetta er risaverkefni og þarna höfum við verið svolítið á sofaverðinum, mér finnst við vera svona á ákveðnum svæðum og ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum en við verðum að fara að stærri við því. Það er svo mikil verðmæti falli í þessu fólki. Algjörlega. Já, þetta ég bara fyrir að ég hef nú ennþá tengið út á landi, þetta er bara má segja að þetta er hópur sem hafa bara bjargað ákveðnum samfélögum. Ef við fyrir hringin í kringum landi þar sem við erum kannski að tala um það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem er ekki með íslenska bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar hafa keypt sér heimili, þetta er bara lykill fyrir litlu samfélag og stundum segi ég nú að við erum eitt lítið samfélag. Þannig að það er einfalt að horfa á þessi samfélag út á landi þar sem að þetta hefur verið að gerast og versus það sem önnur samfélag sem hafa bara heimlega lent í því að skólanum hefur verið að loka vegna þess að það er engin eftir til verðar og þetta er bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfært upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko. En sem sagt að starfið hefur nýjar áskoranir. Algjörlega, þær eru það. Í starfi kennarana. Nýjar áskoranir og ég líka að mögulega eitthvað svona samtal sem við erum með hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl, þau kalla svolítið á dýftina og við erum svolítið lélegi í Íslendingar að hugsa þetta svona heildarænt alltaf. Það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og mér í kennarasambandi höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það er ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja, við erum með þessa samsetningu, þetta samfélag, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað. Okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin, hvort það er sveitarstjórnar eða landsmálapólitíkin. Með virðingu fyrir alls konar umræðum einkunnagjöf eða einhverja hluti sem er í rammanum eða því sem verður birtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg verið í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja, þetta er breyting sem við verðum hérna að vinna í. Þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur á land sem bjáður á leik- og grunn- og tónlistarskólum og ríkið sem að sér framhaldsskólakerfi líta á þetta sem verkefni sem sé eitt af lykilverkefnunum. Og við höfum því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það. Okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annar staðar og í litlu samfélagi þá þarft að forgangsraða. Sko, þú talar um þetta saman og þá er þú að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn. Akkurat. Og hvað þá fyrir svona eða hvað? Algjörlega, það vantar algjörlega. Það er bara akkurat og það er bara eitt af því sem því miður að því að við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitafélaga og ég held að mörgu, allavega mín upplifun sem kennar hafa upplifað bæði, þá held ég að séu fleiri kostar heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitafélaginu og nær þeim einstaklingu sem voru að þiggja það sem skólinn er buð upp á. En þar til dæmis má segja að tveir þættir sem við erum í mikilli innviða skuld við. Annars vegar námsgögn sem það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem maður geti alveg rifist það hvort að ríkið eigi að gefa út bækur. En það sem að því miður gerðist mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum með mikla skuld í námsgögnum, sérstaklega hjá einstaklingum sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að það er ekki það sama að læra að lesa þú ert 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þú ert 5 ára að koma að skoða þannig að við okkur vantar ofboðslega upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastígunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara að hafa verið undanförnum árum bara ekkert gefin út. Þar er rosaleg skuld og hitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmenntun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og verið annað sem að tengist bara nákvæmlega í beint
hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk, þess að við erum að lýsa á hann. Þetta eru dásamlega börn, þetta eru börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel. Það er öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan, þá þarftu sem kennari að leggja öðruvísi á þig heldur en þegar við vorum að horfa á eitthvað hluti fyrir 20-30 árum þar sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil. Þannig að þarna námsgögn, starfsþróun eru hluti sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni. Ég segi nú bara hvernig má það vera að það sé ekki framleitt námsgögn. Jafnvel fyrir skildunámi. Það er bara hræðilegt. Það er þannig og þetta er hluti af stærri umræðu og við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA er að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að viðhalda námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist er að námsgögnin vantar. Að þá þú sem kennari, þú þarft að koma inn í stofuna og þú þarft að fara að kenna og þú ert með námsgögn sem er annarkvort úrelda þau bara ekki til og þá er það þína ábyrgð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að kenna börnunum sem sitja fyrir fram að þig og það er það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það er auðvitað eitthvað sem er ekki gott fyrir einn eða neitt og það er náttúrulega álagsveikjandi fyrir kennara og þetta er einn af stóru álagsáttunum í því sem okkar framhaldsskólakennarar svöruðu í okkar könnun að þau eru bara búa til námsefni í sín fæðisakvart sem það er bara mannkynssaga eða tungumál eða hvað það er, þá eru þau á þessum stað vegna að það er engin útgáfa í okkur og þarna skerum okkur úr meiri segja hjá vinum okkar Færeyingum sem hafa staðið vörðum sína námsgögn útgáfu með ríkisstyrktu verkefni og hvað það eru komin yfir til Norðurlandana eða í stærra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá er það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað það núna þegar við höfum þennan þegar við höfum þessa skemmri skýt sem að gervigreindin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að skortur á námsgögnum sé mögulega að gefa gervigreindinni aukið vægi í þeim þætti og það er eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lenda í. Nei, en svo er það líka, nú hljóta kennararnir að vera misgóðir í útbúa námsgögn fyrir að læra það ekki. Það er augljóst. Það er algjörlega augljóst. Af því að og það er akkurat og það er þetta sem við höfum svolítið verið að reyna að lyfta og það að einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að það sé jöfnunartæki að það bjóði fólki upp á sambærilega hluti og þá er þetta bara þannig sem er hvort við köllum það kennararnir séu misgóðir að þeir eru allavega örugglega misgóðir í að búa til námsgögn. Það að búa til námsgagn eða taka námsgagn og kenna það er auðvitað bara sitt hver hluturinn. Það er bara þannig sem það er að grunnurinn er auðvitað sá að þú ert komið með einhverja fastmótaða hugmynd en þegar þú þarft að útfara hana öllu leyti sjálfur þegar ekkert liggur fyrir þá ertu bara á öðrum stað og þetta er eitthvað sem hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé allir sammála námsgagnaskuldina. Ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað en nú erum við bara skuldin er svo háa mikil að þetta þarf að verða algjört forgangsmál því að þetta getur skipt þetta er eitt af því sem að klárlega hefur eina mest ef þú ert að koma sem kennari og þú byrjar ef ágústmánuð, ef mánuðið er dagarnir núna vinnudagarnir farið það að búa til kennsluefnið þá er augljóst mál að undirbúningurinn öðru leyti verður ekki endilega svo sami og væri Nei, og mjög mismunandi milli kennara, milli skóla algjörlega og ólíkar aðstæður það er bara þannig sem það er einmitt, algjörlega og aðstæður bara til að geta gert þetta algjörlega en þetta við erum búin að tala svona sem eru svona mikið vandamál það er bara innviða skuld í menntamálum Já, ertu ekki að segja það? Við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag höfum við þetta er alltaf hlutræður þetta er alltaf búin mitt líf síðan ég var 20 á verið að vinna inn í skólum síðan þá að það er því miður þannig og bara leiðum mér að vera kannski heiðarlegur með það að okkur hefur vantað ákveðna sýn
það að þessi málaflokkur sem að ég held að sé mjög, ekki að ég tel hann vera eitthvað mikilvægasta fyrir hvert samfélag. Þú veist, það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og er að tala að heimsvísu þá er það þannig að farsæld þjóða er ofsalega samofinn skólakerfinu þeirra. Það er bara þannig sem þeirra að skólakerfi þarf að búa til einstaklingar sem viðhalda öflugum samfélögum. Að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir, svona einhverju patentgrip, pólitísk loforð, það hefur verið mjög lítil stöðuleiki bara í málaflokki menntamál, ekki bara til þessar ríkisstjórnar þó þetta sé núna búin að vera 3 ráðherrar á tiltölu stuttum tíma. Þá hefur málaflokkur menntamálana verið að hoppa milli flokka, verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitafélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn að þar séum við líka að horfa til þess að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að stökkva inn í það að einhvern veginn að hoppa til og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágætis kenningu það að átök í mestalagi veldur engum skada en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það er kannski samræmist ekki í pólitíkinni að það er ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir barn sem er að byrja í skóla það mun væntanlega taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíkar sem bara allan að koma úr menntamálaráðuneytinu og jafnvel hættir að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýsa eftir því ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélögin og segja hvað viljum við fá út úr því þannig að við séum ekki að hoppa til ykkur atriði sem að eru kannski birtingamind ákveðins hlutaskólastarfsins og fara meira á dýptina og horfa til lengri hluta og það er eitthvað sem að við vonumst til að við verður alltaf verkefni okkar í KÍ. Það er einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lyfta mikilvæginu því að í kerfunum okkar erum 80.000 börn ef við tökum leikgrunn og framhaldsskólan saman og svo er þetta að horfa, ef við tökum bara snerti 2 fullorðna, þá ertu komin upp í 240.000, þetta er einhver sem afleiðu, en það er allavega helmingu þjóðarinnar sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægið þess og svona, bara okkur finnst í stundum pínlítið, við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem málaflokk í pólitíkinni, hvort sem það er það var bara menntamálaráðherra akkurat Katrín Jakobsdóttir, Þorgerður Katrín, Björn Bjarnason og ég er ekki að gleyma einhverjum en þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitískri stöðu sem sýndi þessu málaflokki. Og ég ætla ekki að þar með ekki endilega að tala niður til fólksins sem að koma eftir en það er einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að stöðuleiki er það sem við höfum svolítið verið að kalla eftir og þar hefur við bara við nefnum aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það að við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega átök sem við höfum kannski farið í með einhverju ráðundinu, einhverju ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp svo kemur nýr ráðherra og hann segir nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það er svona einfaldasta dæmið en það er rosa mikið í okkar málaflokki það er samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana við erum bæðið bent á Reykjavíkurborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár, það er komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það þetta er olíuskip þetta er ekki spýtbátur og trilla þannig að þú ert alltaf að olíuskipin fara hægt yfir, þú ert alltaf að beygja af leiðinni, þá er alltaf því rótið þegar þú kemur loksins að landi þannig að við höfum svolítið verið að reyna að lyfta því upp og það er alveg þannig að samfélag var örugglega einfaldara þegar við vorum að tala menntamálaráðherrarnar með stóri emmi sem voru hérna að taka stóra ákvarðanir 70 eitthvað, 80 eitthvað að það er svolítið það sem við höfum verið svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki rifist PISA 3 ára fresti og rifist tölur og bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestu máli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartaflana sem detta stundum upp. Og svona skugginn af þeim svona leggst yfir annað. En er það þannig að svona í hérna svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað að það sé bara sýnilegt að skólar ráði ekki við
hlutverk sitt. Sko, það getur kannski átt við stærri skóla. Já, líka. við náttúrulega, okkur langar mjög að rýna aðeins í umræðan kerfið okkar, dýraskólakerfið okkar til dæmis, sem hefur svolítið verið lyft. Og við höfum alveg svona ákveðnar skoðanir á því og erum alveg að skoða það niður í KI núna, við viljum vera hluta þeirra umræðu líka. Sko, mér hefur ekki endilega fundist, ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé átómatist orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum. Það miklu frekar ákvörðun hvers samfélags, hvernig þau ákveða að gera hlutina. Og það eru lítil sveitarfélög út á landi sem að mínu viti að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar, hvort sem það að vinna með einmitt nemyndum Erlendi Bergi. Þar það auðvitað þannig að fólk sem að nemyndur mikil frá út að líka með andlegri fötlun, þeir eru ekkert lengur sendir í einhvern skóla sem í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búferlum í fastum tilvikum, heldur eru menn þá að segja þetta er okkar hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag. Þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem að næri ekki alveg að halda utanum með jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að ná eyrum pólitíkurinnar. Þannig að það er svolítið það sem ég held að sé frekar hægt að segja sem einhverja stýribreytu. Við vitum það alveg að í litlu samfélagi þar sem er ekki að háa mikla útsvarstekjur, þá það stundum stærra hlutfall. Það er einfalt að finna það út. Ég man þetta rétt að það er svona bilinu 28-78% tekjum sveitarfélaga sem fara til skólamála. Það er auðvitað að sjá það bara við sambandsins, ég bara ekki skoða nýjustu tölur. Þannig að þá er það augljóst mál að í samfélagi sem er að greiða 70% af tekjunum sínum, þá er þetta erfiðara verkefni þegar menn er að greiða 30%. Sko. Þannig að mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara við ætlum að gera þetta svona. Þar, ef það er pólitísku vilji fyrir því, þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru. Og það má sama segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að stærð og gerðum. Þegar menn ná að búa til verkefni sem að rúmar, þá gengur það vel, sko. Herri, þú segja þetta gott að sinni. Ég mun örgulega vilja fá það aftur í vetur. Endilega. Þetta er komið alltaf stað. Endilega. Já, Magnús Þór Jónsson, þakka að kjalla fyrir. Og Rauðaborð heldur áfram eftir eitt augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, við ætlum að ræða Evrópumálin sem er líklega það sem að fólk talar helst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi. Fyrir utan kannski sólmyrkvann sem er á morgun. Já. En hingað er komin Gauti B. Eggertsson. Hæ, takk fyrir að fá mig heimsókn á sig. Já, gaman að hafa þig hérna á landinu. Vanalega, ef þú býrð út í Bandaríkjunum á Austurstræti. Já, það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna, þú sógast inn í Evrópumröðina. Síðan lendir einhver umræðu. Já, því að þú komst hérna í vor og þá vorum við að tala öryggismál. Já, og þú var svolítið að tala að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin. Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú var svolítið á þeim buxunum þá. Já, það var svona bara það sem að kveikti í mér fyrst að það væri mikil ástæða til þess að fara að hugsa alvarlega um Evrópu bara sem áhættu stjórnin vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega heitur Evrópu sinni en samt frekar jákvæður en já En umræða núna, hún er meira svona þitt sérsvið sem er efnaðismál. Já og það er náttúrulega líka annað sem að og hefur, eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan
Ég var, þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands, það var 1997, hvorki minn, þá skrifaði ég grein hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona, mín greining var já, en það var svolítið á mörkunum. Þú veist, það var rök á móti, en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gert þau rök miklu sterkari en þau voru þá. Að taka upp evru? Já, og ég get sagt þér af hverju hvað þau breyst. Við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi. Ég held nú að vera minnsta, kannski einhver eyjan út fyrir Indland, en það var nú einn að halda þið fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki rekist á sem var jafnvel minni með mynd, en það þýðir ekki það að við getum ekki við þessi þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að... Sumir myndu segja að það sé bara hluti að því að vera sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnahagsmálum. Já, sko, ok, það sem ég ætlaði nú að tala ég er ekki endilega vissum að það sé málið af náttúrulega sjálfstæð ríki hér þegar allir voru gullfæti, en ég minna, ég held að það hef ekkert en förum bara yfir, sko, hvað býr að baki þessari hugmyndum að sé gott að vera með eigin mynd. Það er fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það rýður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verði ekki fyrir. Og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru aflabrögð og sértæksjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hluti af þjóðfélaginu. En síðan það sem hefur gerst, og það kom fram í þessari skýrslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórnina, er að núna, eftir að við gengum í evrópska efnahagssvæðið, þá er efnahagssveifla hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrópsku. Miklu meira. Það eru mikil viðskipti við Evrópu. Já. Og, sko, það var nummer 1, en síðan nummer 2, ok, af hverju er það gott að breyta genginu? Og það var hugmynd, og þetta er hugmynd Mundell sem að bjóð til þessa kenningum hvað væri svona hagstætt myntkerfi. Þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður, fyrirgefðu nafnlaunum, það verður erfitt að borga fólki minna í krónum, en ef einhver verðbólga þá lækkar raunin og þá verður ekki, annars gæti þessi skellu birst í atvinnuleysi. En grundvalla forsenda hans, og þess vegna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myntkerfi en Evrópu ekki, grundvalla forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var. Og það er þessi stóri munur náttúrulega sem eru orðið á að við erum að fá svo gífurlega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólland og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinna er há. Hvað myndi gerast ef það væri engin atvinnutækifæri? Sum fara tilbaka en ekki öll. En það bara miklu meiri sveigjanleiki en það var. Ég er ekki að segja að allir myndi fara. Það er miklu meiri atvinnuleysi meðal innflytjenda heldur en innfæddra. Já, en bara almennt talað, sko, þessi sveigjanleiki, það er orðið annar svona höggdeifir, ef svo má segja, sem að, þú veist, við erum í allt annari aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni einhverjum að þetta huga að flytja út. En reyndar á þeim tíma var það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka, Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlínis hérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komi hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra, ekki allir sem náttúrulega festa rætur og það er alltaf gott að blessa, en margir eru að koma í svona stuttan tíma, taka svona vinnutörn og fara síðan tilbaka. Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem er sameiginlegur vinnumarkaður, að þá fara þessi rök að Já, þau bara vega miklu minna, þannig að við erum með miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á fyrir aðstoða bankastjóra Seðlabankans Arnór Sighvatsson að gengið er kannski ekkert sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndin svo að auka á
útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur, þeir ekkert að bregðast mikið við breyting í verði, ég myndi með kvóta og álið ekkert að breytast. Það kannski helst ferðaþjónustan. Það ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fiskverð lækkar. Eins og var hann þegar það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðina 97, þá var það eiginlega nátt. Já, nei, sko þá var hugmyndin sú, eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að með gengisbreytingum þá aukist eftirspurn. Samkeppnishæfni útflutnings. Já, en stór hluti af minnst vörútflutning sem hér ekkert að bregðast mikið við verðsveiflum eins og búið að ákveða kvótan og álið hvort ekkert verðlagt í íslenskri mynt, sko, þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman, þannig að þú veist það kannski helst það að það valdi verðbólgu sem bara minnki raunlaun verkafólks, en þá er spurning hvort að það sé endilega sú leið sem viljum fara. Og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnurekendur hafa viljað, þú veist, jú, við skulum bara gera samning og síðan láta stjórnvöld, það var á sín tíma, síðan láta bara stjórnvöld fella gengið og þá brann það upp í verðbólgunni, sko, og það var batna núna. Og það kannski deilt það hvort koma undan. Hænan ekki. Þetta gengisfellingar eða gengisfellingarnar leitu til launahækkana. Já, þetta kallar höfrungahlaup, mann minni mig. En svo tími þess að ég var allast upp, þú var eitthvað yngri. Að þá var gengið eiginlega tengt afkomu í sjávarútvegi. Já, það var enda þannig þegar ég man eftir mig. Já, og sumuleyti reynt að hafa það svipað og víða í auðlindatryggðum hagkerfum, að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegurinn þoldi til þess að hér kæmi inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur, þá var gengið fellt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri. Já. En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það er lítill hluti. Já, hann hefur náttúrulega bara og álið, þannig að það er engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum tök á því að geta fellt gengið. Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir miklu nútímavæddari seðlabanka á laggirnar þar sem við vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með við þær aðstæður sem þeir eru að glíma við, en staðurinn er náttúrulega bara svo að reyna að halda sjó með þessa örmynt bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vestlað og kannski, þú veist, það er kannski meiri spekulasjónu vegna þess að það að vera með minnsta myntkerfi í heimi þýðir að það er ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta ég held að það kunni að vera vanmetið svolítið. Skrítið því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að rannsaka þetta? Sko, veistu það, Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð, við erum stundum að bítast á Facebook, en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólanum, ég tók kúrsana sem voru mjög skemmtilegir. Hann sagði að að þú færi í framhaldsnám að ekki fjalla Ísland, ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira það en prófessornir og þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér. Þetta var mjög gott ráð, þannig að ég ákvaði þegar ég fór í framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland. Ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir hrun. Þannig að ég ég í sjálfum sér ekkert, ég verið blandað mig meira í umræðu hvað var það evrópska seðlabankann og bandaríska. En þetta jáarar, svo kallaðir, þeir eru ofta að tala krónan sveiflast mikið. Já. En ef maður skoðar sveiflur á krónunni svona síðustu 15 ár, á þessu tímabilið það sem komið meira jafnvægi inn í íslenskt efnahagskerfi með ferðaþjónustuna og þessu slíku, þá krónan ekkert að sveiflast meira heldur hverju mynd. Já, en þú verður náttúrulega takin í myndin að það hafa verið mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir 2018 eða 16
og En ef við færum bara það tímabil, þá bara 16 og 18, þá ekkert svona teljandi sveifla á króninu umfram aðra myndir. Jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér. Hún nú reynda meiri en á evrunni. Það ekki alveg rétt sem að fram hefur komið. En ég ekki með tölun í kollinum. En ekki til líkingu við það sem það var, ég meina það ekki eins og það var. En ég meina við sjáum að sko það sem ég var áhyggjur af núna, ef þú lítur bara ástandi eins og í dag, þá eru verðbólgu væntingar sem svona akkerið, þær eru ekki það sem viljum þær séu, þær eru farnar, akkerið að losna, en verðbólgan há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verður miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður, sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúið þetta að reka þessa mynd. Þannig að sko ég meina við sjáum það sko fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastígi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt þar annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna ártugum saman og við sjáum bara í verðtryggðum lánasamningum að raunvexti síðast sem ég skoðaði það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í verðbólgu eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á evrusvæðinu svona í milli miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem að kaupa sér sitt fyrsta hús þá það bara, það risa það bara 60 miljónar krónar hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem, þú veist, eins og maður segir ensku adds insult to injury að í íslenska dæminu þá þetta eiginlega meira og minna útborgun sem þetta kasta út með gluggan vegna þess að þetta vaxtagjöld á meðan í hinu dæminu þá það í rauninni að borga upp húsið. Eignast eigið fé. Já, þannig að það, þú veist, og tölunar, ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein þetta og hún ég birti hann opinberlega með útreikningum og hef nú reyndar ekki fengið nein svör við því annað en bara dylgjur. Það var ekki reiknað þetta út sýnt mér fram á Hver sem sagt Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur? Þetta er það? Já, það bara það bara á, sko það ekki bara húsnæðiseigendur. Þetta bara einn mælikvarði á sko, þetta bara augljósasti stafinn vegna þessi beinlínis hagsmunum fólks. En ég meina, þetta ekki síður alvarlegt fyrir smá og meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stórfyrirtækin. Vegna þess að, þú veist, rannsóknir í hagfræði benda til þess að þessi sprotafyrirtæki sem að drífa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðgang út úr fjármagni. Og það, þú veist, þau tækifæri sem þannig fara forkur, það erfitt að mæla þau. En einhver getur sagt að þetta náttúrulega bara mannanna verk hátt vaxtastig á Íslandi og ef að aðra þjóðir geta að lifa við það að hafa raunvexti stýrivexta bara nálægt 0 þá getur við alveg gert það sama þannig við ástæðis fyrir að vera með stýrivextin upp í 8% við getum bara sett hann við 5 ef við viljum. Já, ef við gerum það myndi verðbólgan fór möndunum þú verður náttúrulega stýrivextinir endurspegla það álag sem þú verður að halda stýrivextunum fyrir ofan verðbólguna til þess að ná markmiðið þínu og þegar sko það er að tala út frá það er að tala þetta út frá einhver hagfræðiteóri sem ég myndi setja alla áhorfendur og hlustendur okkar bara umsögulaust svæfa þá. Þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna. Það eru 21 ríki í evru samstarfinu og á hverju byggist evran. Það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans. Og það er bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið í mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöðuga verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja,
mikilvægur og gott að geta búið við þennan stöðuleika. Og hvað það sem við sjáum gerast? Við sjáumst að gerast í landi eftir landi, Spán, Portugal, Ítalía, að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var meira sér vandamál. Það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn. Og þú veist, þetta er bara 4 fyrstu ríkin, en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasaltsríkin, þú veist, þetta er 20 ríki og alltaf gerist það sama. Að þegar þau ganga í evru, þá kemst á stöðuleiki, það fer út þetta áhættu álag, út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynt og lítil viðskipti í henni. Þú ert í rauninni bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdarlögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það er engin ástæð til annars en að ætla að við munum það búa við sambærileg kjör. Þú myndir nú ekki vilja segja að það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast. Nei. Þetta við Seðlabanki Þýskalands, hann er ekki jafn sterkur í dag, eða þýski efnahagurinn er ekki jafn sterkur í dag og ríkisfjármálið er ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina. Já, þeir skuldast að þýska ríkisins er nú alveg ágætt og innan Maastricht skilyrðina og hún er líka frekar góð hér. Við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli. En við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af Já, hugsaðu bara hversu mikið við getum spara, við erum með eitthvað rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin. Þú getur bara hugsað hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtu niður í 1. Það er bara gífurlega stór hluti af útgjöldum ríkisins. Þetta er nú oft sést það sem er borið saman skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin. Það sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Gríkirnir þótt að þeir skuldi þrefalt meiri en við. Já, sko eitt sem að fer svolítið í töguna á mér þegar er bara þess að maður deili með fólki í frustrasjón. Þegar fólk er að segja sko skuldast að Ísland miða við Evrópusambandið. Það er ekkert, finnst mér, áhugaverður samanburður. Þú spyrð skuldahlutfall Íslands miðað við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu, sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp. Út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantalsblokk sem er að ná okkar lífsgæðum hratt. Þú viltir bera okkur saman við Írland og Já, ég ber okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíþjóð og Danmörku og ég meina, við erum ekki nýtni annarri deild en þessi ríki, við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild. Bara, það ættum að vera stolt af því, við þurfum ekkert að vera standa á tánum og bara, þetta lýsir einhverju, já, mjög Kannski eru það sem þegar fólk er að segja þetta, þá er það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri þótt að við séum ekki í ESB. Þannig að til hvers við farin í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná. Já, ég meina, þú veist, ok, ég heyrti þessi rauk sko, af hverju ættu ungt fólk af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk greiðir öllum sem peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira ungu fólk í eigin húsnæðan á Ítalíu þar sem það er ekki hægt að draga karlmenn út úr frá mömmu sinni. Ok, á Ítalíu búa kannski margir heimi á mömmu sinni. Það kemur málum bara ekkert við erum bara að hugsa hvað er gott fyrir okkur. Væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau kaupa sitt fyrsta hús að borga miklu lægra í mánaðarlega í útborganir af sínum húsum. Þú veist, við erum búin að ná góðum árangri, það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur.
og af hverju ættum við ekki að gera það? Þannig að þú, í vor var það öryggismálin sem þú taldi vera ástæð til þess að hugsa alvarlega til evru. Núna nefnur þú eiginlega evru. Já, það er náttúrulega fullt af rökum, skilur. En ég var bara að segja... Stærstu rökin evran. Nei, sko, ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segja eins og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu, fyrir mér náttúrulega bara, fyrir fullveldi landsins, fyrir... Við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að leita að olíu innan lögsögu Grænlands. Þannig að, þú veist, sem sagt bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða, í öryggisbandalagi, þá það náttúrulega bara númer 1 þegar stóðir NATO virðast vera að fúna. Heldur að Grænland væri hluti af Evrópusvæðinu? Heldur að Bandaríkjamenn myndu ekki leita olíur? Nei, kannski myndi þið gera það en ef þið væri ekki hluta Danmörku væri þið líklega komni lengra og væri bara hreinlega búin að taka við landið. Ég meina þú manns hvað var að gerast á þessum tíma þegar þið voru að tala að fara þann inn þá sendu þjóðir Evrópu hermenn til Grænlands. Það var 1 og 2. Já, en það var eins og þau sögðu á danskningi, þetta er bara tripwire og þau bara sögðu, já ef að Bandaríkjamenn komi hérna yfir þá er það bara declaration of war. Þannig að þú veist, þið bara beinlíni settu línuna í sandinn. Hefði þessi ríki farið til Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu? Hefðu þau komið til Íslands? Ég veit það ekki. Kannski ekki. Ef við værum í Evrópusambandinu er ég sannfærður að það væri jafnvel ennþá sterkara vegna þess að við værum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja. Þetta er svo náið samstarf sem á sér stað þarna og það er að þróast upp í varnarsamstarf líka. Þannig að sko, ég held en ok, það eru bara varnarmálin. En þú ert að segja það að í víðsjárverðum heimi og breytingunum í Bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan bandalaga. Já, ég er ekkert endilega að segja heldur bara að ógstafi það, þannig að Bandaríkjum, ég minna við erum bara að tala það er að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið Kínverjum mikinn áhuga á Íslandi. Við erum með Putin sem að virðist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólafur Ragnar hefur sagt þá búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðarlega mikilvægum stað en drauga því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að vera inn að bandalögum sem að ég skil ekki alveg hvað. Jú, það er oft þannig að heyra hjá Ólafi, hann telur að þetta sé verðmæti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar. Það sé hernaðar mikilvægi Íslands. Já, en á þessu stigi máls fyrir Bandaríkin með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast, ég meina þá bara rétta þau samningin. Ég held að, en býtu, við vorum bara að tala sem varnarmálin auðvitað sko, ég var bara að segja það svona kveikti minn áhuga en síðan náttúrulega kemur maður hérna að reyna að fara að gera upp íbúðsvonarins og heyrir umræðuna og margt í henni sem mjög, við erum aðeins búin að tala evru, það er stór þáttur, en það eru líka aðrir sko og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það er ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar er líka mjög mikilvægt að sko það tala það, við erum að fórna svo miklu vegna að núna getum við ekki gert þá tvíhliða samninga sko við erum 400.000 manna markaður það verður engin áhuga, það verður engin viðskiptalega hagsmuni. Við erum með svona samninga við Kína og Indland. Já, akkur ætli það sé. Það er ágæti spurning, sko, hvað ákveður Kína sé að sína þessu áhuga hérna. Er það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunarsamning í Kína? Jú, það er jákvætt, en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samningaviðræðum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá er þetta að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnaðsleg tengsl við lítið ríki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá er þetta að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan ef þú ert í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnaðssvæði heims í Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar.
vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild, auðvitað er við miklu sterkari sú heild í sterkari samningsstöðu en 400.000 manna markaður sem í sjálfu sér engu skipti. En það er líka annað. Stundum getur það verið kostur í samningum af því það er ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Óla Ragnar segja þetta þegar hann var forseti. Að það sem er ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki. Sko, Bandaríkin hafi ekki einu sinni sýnt okkur áhuga á tvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig þeirra spurningar af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu og ég er ekkert viss að svari við því væri sérstaklega hugreistandi. En einn, ég veit ekki sem hann sagði mér að þetta er svona tilraunaverkefni, það er svona skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samninga velja þá eitthvað svona sem er ekki ógnir af skiptir engu máli en ég er ekki viss að við getum byggt mikið á því í framtíðin og líka það gefur þeim leverage það gefur þeim en Gina, sko, annað við þetta tollamatala sem ég held að sé jafnvel ennþá mikilvægara vegna þess að mér finnst þessi sko, ég meina, Evrópusambandið líka að gera samningu við Kína og vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur. Ég meina, þú myndir að bera saman við þann samning sem við gerum, við höfum sett mjög sterkar kröfur að vernda okkar, eins og að sagt að intellectual property right. Nei, þeir eru með samningsstöðu. Það er náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem er. Þannig að ég efast, ef þú myndir bera saman þá samningu sem út í koma, held ég að það verður mjög fróðlegt. Alveg eins og þegar fólk ber saman samningar sem við gerum með Bretland með við Evrópusambandið, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandið en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það er annað að vera hluta þessu tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er það núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá Nýju Mexíkó, það kemur hvaðan sem er og komum við dyrna bara nokkur dögum setna. Hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku, þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt. Þetta fyrir í tollhúsið og fær á, það er einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan er oft lagt líka á virðisaukaskatti hérna sem að í rauninni ætti Danir ekki að gera vegna sem við gerum það, en þetta er svo lítið svæðið bara nennaði ekki að standa í því að vera að fyrirfæta. Þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leyti er mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það er bara ekki eins og möguleiki ofta að panta frá þessum ríkjum vegna þess að vesen er bara tollamál og vinna úr það er ekki samhæður okkar virðisaukaskatti við þeirra og þetta myndi allt gjörbreytast. Þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál. Það er nú verið að flytja svona bíla inn í dag. Já, sem ég finnst nú tjónabíla meira segja? Já, sem ég sýnist nú segja sitt ástand markaðsins hérna. Ég ætlaði að kaupa bíl hér og vegna þess að sonur minn býr hér núna og við keyptum okkur mikla glæsikerru í Bandaríkjunum og kostaði $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og ætlaði að kaupa bíl á svipuðu verði og það var bara einhver 8 ára Kia sem var keyrður 10.000 kílómetrar þar að ég bara, hvað er eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrra bílar og nota þetta bara mjög skrítin verðlagning, þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytja inn og það kom í ljós ég myndi bara stór græða á því og það er eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því veseni að flytja inn bíl og græða á því frekar en að kaupa frá mönnum sem er og þess vegna þessi viðskiptatæki var orðið til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgötað þetta að hann getur keypt bíla frá hinum þessum löndum og flutta á inn nota það og selta það er ekki að koma ekki Evrópusambandið til þess, það er það sem ég er að menna sko. Nei, það sem ég er að segja Akkur er að segja þetta verði heldur að lækki verðið í Heklu það sem ég er að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beint frá Þýskaland þú ert ekki Ástór Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þú getur fara að panta þessa hluti á interneti þau koma bara beint til þín
þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði, þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði. Á meðan núna þetta náttúrulega vesen og þú þarft að fara í gegn með Ástór Magnússon til þess að leita nótuðum bíl fyrir þér. Þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem að selja notaða bíla, sem að senda út alla Evrópu. Það það sem ég að segja, sko, að þessi viðskiptakostnaður, hann farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara. Það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar við erum með að tala sömu mynt. Já, ég ætla aðeins varðandi myntina. Við stöndum ekki í skilyrði til þess að ganga inn í evruna? Við stöndum 2 mikilvægustu skilyrðin sem náttúrulega hvað var ríkissjóð, sem ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver hinn skilyrðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með verðbólgu að gera og stöðuleika gengis. Munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svarið við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka þannig að strax þú kemur með trúverðulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverðulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta myntsamstarf eða stefnaði þegar fara í gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reiða okkur einhvern gjaldeyrisvarasjóð okkar, þá erum við bara með ótakmarkaðan gjaldeyrisforða hjá Evrópska seðlabankann sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverðulega áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála, þá efast ég ekki að þau skilyrði verði uppfyllt tiltölulega fljótt. Ég minna tók Slóvakíu 3,5 ár að taka upp evru. En sko aðlögunin á sér stað miklu fyrir hún tekur upp sjálfan peningin. Það strax að hann verður trúlega sem getur gert 2-3 ára áður og þá sérðu strax samhverfuna eiga sér stað. Þannig að það að segja, þetta er svo furðuleg rök sem maður heyri hérna. Já, ég meina ef við getum ná þessum skilyrðum, já, erum við ekki þá hvort komið í afgóða aðstöðu og ég meina, þú nærði ekki þessum skilyrðum nema þú sért með trúverðugt markmið sem akkerið, sem evran. Það sé fullreynt með krónuna. Sko, við erum náttúrulega búin að vera að bysast við þetta síðan, já, hvenær kastuð við dansku krónuna. En við okkur gengur betur undanfarin ár heldur en áður. Það bati. Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru í kringum 5% og þeir eru í kringum 1% í Evrópu. Og þú gerir engar athugasemdir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrivaxta svona háum? Já, þú verður að gera til þess að ná niður verðbólgu. Það er ekkit annað í boði. En ekki verið að keyra okkur ofan í hálfgerða stöðnun og kreppu? Já, það nefnilega vandinn vegna þess að þú ert með svona óstuða mynd og verðbólgavendingar að fara upp. Hvað gerist þá? Það er bara eins og í Bandaríkjunum á 1970-80 þegar verðbólguvendingar fóru úr öllu valdi. Hvað þurfti að gerast? Jú, þá skipuðu Volcker sem að hækkaði vext upp í 18-19-20% þess að ná verðbólgunni niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þeir höfðu ekki stjórn á væntingum af verðbólgu. Og í svona litlu hagkerfi þar sem ekki traust akkeri, þá það hættan og mér sýnist það vera að gerast og ég held að það geti verið mjög sársökafullt að ná því verðbólgumarkmið sem við höfum sett okkur. Og það er akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fá ókeypis far með þjóðverðunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika. Þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska seðlabankans til Suður-Evrópu og það virkaði. Og það er engin ástæð til þess að síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu, þessu evrukreppa þannig að það er ekki þannig að þetta hefur ekki verið happy-go-lucky alveg bara undanfarið 25 ár. Já, ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evrusvæðisins hvort þið vilji fara aftur í óstöðugu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meirihluti segir að þeir vilji stöðuleika. Já, það endar oft þannig í könnunum þar sem við verðum að spyrja svona
þá er eiginlega verið að bjóða fólki að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru. Já, það er nú bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld, þannig að þú verður ímyndaðir hver hliðstæð veröld væri. En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins, að þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það. Þau ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun. Það er eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi. Já, þeir eru náttúrulega bömmir. En í Noregi þetta er algjört að gekk bara upp það sem hagfræðingar höfðu spáð. Það var svona smá, já, sko, sumir voru með ég bjóst ekkert við einhverju rosalegri kreppu þegar það myndi gerast. Þetta myndi bara vera svona eins og blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr. London var orðin sko miðstöð fjármála í Evrópu, en núna er þetta alltaf flytjast. Og þetta er svona smám saman að staðna. Það var bara í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera metað upp á held ég 8% landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu. Já, það er, maður sé töluvert í dag. Og það er bara sko, og það er bara, síðan er líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem er erfitt að leggja mat á. Herðu, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að við erum með krónu. Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaðinn. Já, þú nefndir líka smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtækin og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annað slíkt er hjá litlum fyrirtækjum, fyrst og fremst, það er ekki stóru fyrirtæki sem eru að... Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum, eins og í Bandaríkjunum, þar er nýsköpunin helst á þessum litlu. Ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi en miðað við það hversu erfitt er að fá fjármagn fyrir lítil fyrir það ekki, þá get ég ekki ég er bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur. Þeir sem eru að gagnrýna efnahag Evrópu benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona þann kraft í efnahagskerfið. Taki skýrslan fjallaði það. Hérna finnst mér einmitt verið oft þú veist, að segja Evrópu, sko, tölum Svíþjóð og Danmörk. Það er mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og megrunarlyfja og svona í norðanverði Evrópu. Svo við lendi vandræðarenda með að Danirni núna, því eru komin út í lyf. Já. En sko, þú veist, ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd, þú veist, það er ekki hægt að segja bara í Evrópu. Mér finnst Draghi skýrslan beraði svolítið keim, að Mario Draghi er ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leyti eigi sér rætu bara í aldurspíramíta þeirra þjóðar. Það er mjög mikið lífstegum og mjög lítið ungu fólki. En ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver þú veist, það er vandamál í Evrópu. Ég meina, ef við göngum þannig inn, ég meina það er ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að það sé ekki nýsköpun þar. Ég meina að það bara aukast okkar möguleika nýsköpunar. Það frekar líklega fólk að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu. Ekki endilega við verðum eins og segja það, það er erfitt að finna dæmi Ég bara segja að það myndi auka okkar Íslendinga, okkar tækifæri við lægri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggja smærri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf. En það er alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem og sko það að við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu. Hvað erum við að tala að bæta í stofuna á? Við erum að tala það að alla tollahindranir gangi vegi, að við höfum sem flestar farnar, hvað sem út af evrópska efnahagssvæðinu. Nei, en það samt, má ekki vanmeta þennan kostnað sem tollagjöldum, afgreiðslugjöldum og hversu erfitt að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem
orðið helsta form smávöru. Það er ekki að finna aðra tekjustofna? Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna? Ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöld eru. Mig grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil sko, en ég kann því ekki að svara. En ég hugsa að ábyrgðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur, þetta er sem bara almenn niðurstaða. En ég veit ekki hversu stór hluti það er hérna, en ég veist að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrannaríkin. En já, ég held það bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur hann ætlaði að útrýma öllum sköttum með tollum og það var nú ekki gengið sérstaklega vel. Hann vísaði söguna, sagði að þetta hefði verið meira og minna svoleiðis fyrir 150 árum. Já, það var bara ekki þetta hjá honum. Ég fór nú eftir mann yfir þetta. Það var sko minni mig við upp af Bandaríkjanna, þá var það þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þróunaríkjunum og það er bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið, en það er auðvelt að taka gjald af þeim sem er að koma í gegnum inn í hafnirnar sko. Það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þann hóp sem þú vilt tilheyra, býst ég við að hluta þessu. Síðan ertu bara með að evran væri myndi létta bara miklu álægi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smærri fyrirtæki. Og eitthvað samkeppni vegna þess að sko fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem er að reyna að leggja mat á hver krónan er að fara þegar markaðan er svona lítill. Það er bara ekki þess virði. En til þess að fá þennan ávinning, að þá þurfum við að ná hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst. Þannig að við missum ekki auðlindir okkar. Það væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmálafólki að gera samning sem að leiti til þess. Og það býst ég við að engum dytt í huga að gera. Nei. Og þá koma deilurnar á milli jáara og neyjara. Að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til að ná betri samningum. En neyjarnir segja að það bara gleymdu því. Það liggur fyrir sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki. Það getur svona dæmin sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keypt upp Samherja og veitt fiskinn og fluttan til Baskalanda. Sko ég tek nú bara orð stækkunarstjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram. Þú þarft bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunarstjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undanþágur og sjávarútvegsstjóri hefur svipað lýst því yfir. En ég náttúrulega veit það ekki fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komið. En það sem er samt líkilægt núna og það var að tala þessi vondu tími, nei, þetta er nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman. Af hverju? Vegna þess að núna er þessi staða í öryggismálum sem er ekki mjög ljós, en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða oljumál, sko, þau hafa áhuga á okkur, en það hafa ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í oljuframleiðslu innan sambandsins. Og það er náttúrulega eitthvað sem að, sko, það mun skapa aukinn þrýstingur á Noreg að sækja aðild og við förum inn. Það hafa margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir. Þannig að þetta er mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leyti að samning, og Bretar eru ekki inni núna, þannig að samningsstakur er mjög sterk til þess að ná fram sérlausnum. En á hinn bóginn getur við snúðs við og sagt, já, hvernig verður samningsstað okkar eftir 10 ár? Og margir segja, já, erum við ekki bara með þetta allt með EES? Pítu, okkur er þetta svona viss að EES verður til eftir 10 ár? Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB. En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú? Vegna þess að þá versnar samningsstað okkar. Hún er miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga á Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna. Og Ísland út af öryggissjónarmiðum líklega? Já, en það að Ísland fari inn
það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja Er það raunverulegt að Noregur horfi eitthvað til Íslands? Ég meina Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna þessi bara 400.000 manns búa Já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðustu umræður. Hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við höfum reyndar átt að gera, settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfi og komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væru í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna. Og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður sér stað að aðal sá sem var í forystu nei-hreyfingarnar var ekki, ég er nú ekki sérstaklega góð með nefn, var ekki Búndevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina sem að Ólafur Ragnar vinir Ólafur Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlegasta saga sem ég hef heyrt hann sagði að við ættum að fara íslensku leiðina og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það sko, en auðlindir hafsins eru bara lykilatriði á Íslandi og deilum það hversu vel við farið með það en ég meina það er bara stærsti hluti sjálfstæðisbaráttunnar að fara að ná yfiráðum yfir auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag. Þannig að Íslendingar mun aldrei samþykkja það að missa auðlindar frá sér. Og Evrópusambandið náttúrulega veit það. Já, en þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar? Já, það er það sem við erum að fara að gera. Ætlið þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir einhver stakkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það. Já. En hann þarf að bera það undir 27 lönd. Já. Og það er nóg að eitt land segir nei. Já, það er rétt. Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt, megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum. Og þá, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist. Já, en þá segja sumir. Já, að þeir bara viti það. Nei, svo ég viti nú í Sigmund Davíð núna. Já. Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fái að koma inn. Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Íslandi inn vegna þess að langar í að það setja breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum þá verður það orðarétt og með réttum hættum, þetta er ekki deilt. Og Ólafur Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á Sprengistönd okkar sérfræðingi. Ef það er sagt í samningnum að þetta verður okkar höndum þá að það er hlut af frumrétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki. Þar með við. Þannig að ef við fáum það sem hluta samningnum, þá er ekki þetta að breyta því eftir og það er bara ekki rætt. Það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessum að allir þurfa að samþykja. Já, ef þú ætlar að fara að breyta reglum Evrópusambandsins. Það er verið að tala um það og reynslan er til þess út af Ungverjaland og eitthvað fleira, hvort þau geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja. Það sé hægt að neyða sérstaklega smærri ríkin og þessu komu seinna inn til þess að beygja sig undir vilja meirihlutans. Já, það er þá að það þýtti að breyta frumrétti eða sem sagt frumreglum Evrópusambandsins þyrfti samþykja. Þú kannast við að það eru umræður um þetta. Já, það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland. Það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútín og var að brjóta mannréttindi, hann hrakti eina góða háskólan þar úr landi, var að loka fjölmiðlum, setja fólk í fangelsi. Hvað á að gera við slíkt? Hæstaréttardómara? Já, ég meina hvað á að gera Já, og var síðan að misnota neitunarvaldið rúsum í hag og þá er spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur, það er náttúrulega vandamál ef þú færð einhver slík ef það komið slíkt ríki inn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið
bara vikið úr bandalagi, ég veit það ekki. En það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál. Þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim, ég meina Pútín sem ráðast inn í Evrópu. Þá náttúrulega, það vandamál, en það kemur ekkert fiskveiðin við. En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina, þá, ef ég skilði rétt, þú varst að segja frá þessu, þá hefur verið svona, jú, líklega verið betra fyrir okkur að vera inni, en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess, afstæða þín 97. Já. En hún ekki alveg svona í dag. Þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona, ég nú ekki, þetta ekki uppáhaldsefni mitt að gangi í Evrópusráðið, en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður. Já, sko, það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stór þessi vaxtakostnaður og setu það bara inn í hvaða hagfræði líkan sem það var ekki bara það að náttúrulega eitt náttúrulega, þú veist, skuldakostnaður unga fólks, en það í sjálfsig bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars, en síðan það hitt sem hefur með... Þetta mjög ósanngjarnt. Já, sem að, þú veist, það pólitískt... Og skadalegt fyrir samfélagið að vera að leggja sérstakar byrðir á barnafjölskyldur. Já, það náttúrulega hræðilegt fyrir sig, en bara sem hagfræðingur bara að hugsa hagvöxt og bla bla, og setja, þú veist, mér alveg sama hvort að fólk lítið. En ef ég bara held mig við, sko, en að vera með svona háan fjármagnskostnað, þá það bara slæmt fyrir hagvöxt. Og ég hafði, ef ég á að segja eins og ég hafði ekki innbytt mér mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki áttað mig á hversu gífurlega háran og það vantaði svolítið inn í umræðan ef ég segi eins og í þessum upphaflegu greinum sem skrifaðar voru af Mendel og fleirum varðaði hver hagkvæmasta starf myndsvæðis. Þetta vantaði. En eitt að við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku. Hún getur farið svo sem víðar. Þá náttúrulega, það ekki bara vaxtamunurinn, heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar. Það stærri hluti félagslegt húsnæðis. Það ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ræður hefur aldrei ráðið við að vera í slíku umhverfi. Já. Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis Hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi. Þjóðverjar eða Vín. Vín náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það náttúrulega að Þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostnað á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæðinu. Það reynslan hingað til. Já, ég held að nú ekki alveg kannski tvöfaldast en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar og það breyti líka ekki hinu. Það var enda vitlaust húsnæði sem var byggt. Það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir. Það var bóla. Við erum með svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað. Ertu að tala hérna eða Spáni? Hérna. Já, hérna. En það gerðist reyndar, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að það gekk svo langt. Og Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupa í húsnæði. Sko, það alls konar leiðir sem hægt að fara til þess að bregðast við húsnæðisbólu. Og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðvituð við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið, þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni. En þá ertu þó að þú leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólks húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá við að taka þetta stærsta sparnaðarform frá fólki sem skiptir ekki síst máli fyrir lágtekjufólk þar sem þetta í rauninni minnst sko í Bandaríkjunum þar sem við stúdera betur eina helsta sparnaðarform fólks sem liggur í húsnæði síðan þegar eldist á minka við sig þannig að sko jáfnvel þó að verðið hækkar þá húsnæðislán til þess að fjármagna menntu barnanna þá sko jú það getur verið en en það breytir ekki þeirri staðreind að þá ert að fjárfesta í einhverju sem þá ert að greiða af eign en ekki að fleygja peningum út gluggan og hvort að
það verði tvöföldun ekki, ég hefast nú reyndar að það yrði svo mikil, en ég meina það er bara mjög erfitt að spá það. En hvað varðar, það er alveg rétt, já, það er líka að húsnæðismarkaðurinn hérna er ekki nægilega góður, og það var nú kvarta mikið undan því í borgarstjórnartíð bróður míns að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstarf við verkalýðsfélög og þeir gerðu það voru að setja kvaðir nýbyggingar að það ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem væru hérna. Þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar umverulega meira afgerandi stefnubreitingu í húsnæðismálum. Já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar, en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og þá þarf að gera meira, en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borg að standa saman í. Eitt sem að er að segja er að Íslandssagan er þannig að hérna var blómlegur tími landnámsöld og þjóðveldisöld. Svo mistum við sjálfstæði okkar, börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur að ganga vel aftur. Þannig að saga okkar er þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum getum sjálf tekið ákvörðun framtíð okkar, framseljum þau ekki til erlends valds, að það sé lykillinn af því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi. Þetta er svo mikil afbökun vegna þess að okkar sko, í fyrsta lagi það er náttúrulega rétt að það að komast undan einokunarverslun Danakonungs var lykilatriði, það er náttúrulega alveg rétt, en sko hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún framfaraskrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitarþjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi, og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland, og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar sko forseti Íslands sem er helsti talsmaður núna þess að segja nei. Fyrirverði fórsti. Já, fyrirvikiðu. Það er erfitt að gleyma að hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár, þetta var orðinn síklu vanni. En hann er að tala um að þetta sé einhverju utbeygja. Nei, þetta er bara beint framhald af því sem við höfum gert. Að taka þátt í vestrinu, í samstarfi vestrænna lýðræðisríkja, í varnarmálum, hann var á móti NATO, EFTA, EES, frjálsum útvarpsrekstri, við verðum væntanlega hérna að tala í ríkisútvarpinu, eða við fengjum væntanlega að komast af. En það eru margir sem hafa þessi sjónarmið í Íslandi. Já, en ég held að það sé, nei, ég er ekkert að gera lítið úr fólki sem er með sjónarmið, en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefnu sem við tekið frá stofnun lýðræðisins. Það er þvert á móti akkurat það sem við höfum gert. Þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs svo var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það er þannig sem að þjóðin komst til efna. Þegar Danir voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna, þá var okkar barátta fólks í því að biðja bandaríkjamenn hvort við meintum ekki lýsa yfir sjálfstæði sem tókst. Ætlar að vera landinu fram yfir kosningar? Það hafði nú verið planið, ég lafði ekki átt að með á þessum kostningum almennilega, en það líka við maður forðið sér. Nei, ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér er hérna fara í menntaskóla og ég reyna að hjálpa hann að gera bíbúna. Þú ert nú einn sá röggsamesti sem tekur þátt í umræðinni. Sem mér finnst furðulegt. Já. Þannig að ég fæði kannski að koma hinga aftur fyrir kostingarnar. Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað er mikið af mér þykir rangfærslum sem eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur, sama hversu ofta eru leiðréttar. Það er nú bara hluti að stjórnmálaumhverfi okkar tíma, ekki bara í Íslandi heldur. Við talaðum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjunum. Já, það er einmitt það.
það hefur svolítið hleypt illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af það aðalega hendi neysina. Ég veit að kannski verði einhverju reyðir því ég segi það, ég ekkert að segja allir, en samtökin, þessi Áfram Ísland, og við tekjum þau samtök sem skipulögðu eru af hendi jásinni, ég hef ekki séð beinan misflutning gagna, en fólk má benda mér á það ef að þau séð það hjá þessari jáferðarhreyfingu, en hjá þessari neyrhreyfingu, ekki síst af helsta talsmann þess, eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðrétta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina. Herru, Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur Evrópusamstarfið. Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem ég þetta er svona þessi ásungu bara hangir í loftinu en það ég mun reyna að koma því að framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum. Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Komið sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópukosningarinnar, ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meginlands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðisgreiðsluna framundan og maður hefði svona viljað sjá. Mér finnst langmest rætt efnahagsmál, auk einhverja svona fullveldispælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og til dæmis Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi. Þannig að vinklarnir eru ótalmargir á þessu stóra máli, ekki bara efnahagslegir og gesturinn minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur, Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað Halldór, velkomin. Takk. Ertu, sem maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kosningar framundan? Já, mér finnst það mikilvægt sko. Mér finnst bara mikilvægt að hérna menn noti þetta tækifæri. Já. Tali við Evrópu. Já. Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef við gerum það ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heiftin út af þessu. Já, hún mikil. Já, og hérna og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan. Nei. Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlynntur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegur röksemdir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona dálítið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað. Þetta í Bonn í Vestur-Þýskalandi. En það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Annað hvert hús var með fallbyssugötum. Þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér, sko. Og auðvitað hugsaður það næsti bæri Köln sem var algjör rúst eftir stríð. Og þurfti bara að byggjast upp frá grunni. Kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinu. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjölskyldu í frí til Frakklands og þar við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappinn sem virður okkur ekki viðlits. Taldi
eðlilega, ég var í Þjóðverja líka, vildi ekkert við okkur tala, en talaði fullkomna þýsku. En hafði verið í stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi. Þannig að það sem maður sá, eða situr í mér síðan, ég hugsaði ekki svona meðvitað um þetta þá, en það sem situr í manni síðan er þessi hugsun. Þannig eru þjóðir, nágrannaþjóðir með löng landamæri hvort það eru Frakkar og Þjóðverjar, sem höfðu bara barist í 2 heimsstyrjöldum. Og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kóla- og stálbandalaginu þannig að upphafi 7. áratugarins. Þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víðar líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrgð á því hvernig þessi fyrirhluti aldarinnar var. Og síðan hefur mér alltaf fundist tilhneiging til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, eins og Guðmundur Halldórsson sagði í gær verið í stríði síðan á 16. öld sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað ég var að segja, alvöru stærð bara í heiminum. Stærð sem beitið sér fyrir lýðræði og frelsi og það er ekki lítilsvert núna. Nei. Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynnst þessum stríðum. Já, ég efast ekki um það. Taktu lönd sem hafa mátt þola þau sko meira en flestir. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin. Já. Þetta var alveg megin atriði þeir eru laus úr Sovjetinu að tengjast Evrópusambandinu. Og það er ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búinir að öðlast. Heldur vegna að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinni. Okkar tilhneiging er alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu. Já. Og helst fyrir ekki neitt. Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til. Já. En ég ætla að leyfa mér að segja við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þannig. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir. Auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum við að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessi viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa, eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna er einna helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko. Já. Var það ekki, af því þú ert nú ævisögurittari Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðan og örlítið herra plan? Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjarlægur er horfinn sko. Og þá var það svona mitt í kaldastríðsumræðunni sem hann sagði þetta og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því. Heyrðu, og það nú svolítið kaldastríðsbragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann og ég upplifa hana líka og í gærkvöld þá var Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á RÚV að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýsti þessu bara eins og einhverju sturlungu. Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að það eru allar skoðanir upp í minni fjölskyldu sem er frekar stór sko. En hérna það hefur ekki háð okkur í neitt samræðum fjölskyldur málefni. Það sjálfsögðu getur maður stundum rifist pólitík, það deyr enginn af því. Nei. En sko getur verið að það sé þyngra en ella vegna þess að við erum fá, við erum skyld erum við fær þetta verkefni að hugsa okkur til gagns út úr þessari stöðu? Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins vegar svolítið á undanförnu
að umræður sko enda út í tómri vittleysu, eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum kvótaálögum sem engin maður hefur talað síðan. Og þetta að fara með þetta núna í svona, að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sumir gera, það er mér alveg óskiljanlegt. Við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu, þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningnum sjálfum. Og ég myndi nú satt að segja geyma sko stóru kanónar þangað til þar að kemur, ef kemur að því. Já. Maður finnur að neyjararnir sko, þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á dæmis mann eins og mig, að þeir eru búin að töngla svo ofta á því að þessi kosning snúist eitthvað annað en hún í raun gerir, að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna. Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta sambandi hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að þú segir já núna, þar segir þú vilt viðræður, þú vilt samtal þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður þetta svona sumt sem ég finnst bara óneidilega spaugilegt í þessar umræðu. Nú koma allir þessir auðkýfingar með kvótan og segja menna við eigum fiskinn sko. En ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vör við það undanförnu. Nei. Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúpt sko. Það er þetta sem til umræðu núna og komið til aðildar umsóknar sem skilar einhverju góðum samningi, þá verðum við látum greiða atkvæði hann aftur. Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð þetta. Og hvað var það sko þennan samning, þá er náttúrulega ekki nokkuð leið að hafa skoðun á honum þar sem maður veit ekkert hvers konar samningur þetta verður, þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 29. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo. Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum að hún telji víst að það hérna sé hægt að ná samningi sem báðir aðilar verði ánægðir með. Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir munu gefa eitthvað eftir. Sko. Við erum sko, það er til þeim menn sem segja að engin hætta með okkar málefni, við hérna höfum þennan samning við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hvaðina. Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstöðarsamning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig eiga sig. En þegar þetta er komin svo staða að í æ fleiri ríkjum eru svona autokratískir, svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á lýðræði og út á frjálsa og opna umræðu sem er algjörlega forsenda sko menningarstarfs til dæmis. Þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt já það er nú miklu betri efnahagur í Kína heldur og Evrópa er bara á niðurleið. Ef Evrópa er á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því, viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður. Já, í verstafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi ef það þróaðist þannig. Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riðið feitum hesti frá því. En þetta... En það sennilega á raungum forsendum eða orðum menna Brexit. Já, en sjá til dæmis eitt í þessu að þú nefndir menningamálin. Sjá tungumálin. Það er, Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala hefur styrt slík tungumál svo munar. Að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðurmáli þó fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins. Eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinber mál eins og katalónsku og baskni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til dæmis á þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandið sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risafyrirtækjum í þessu. Nei. Sko breskir háskólar, þess listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan.
og það rifjar upp fyrir manni sko þessi forréttindi sem að við Íslendingar höfum notið í aldanna rás náttúrulega aðalega gegnum Kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim og listamanna sem hafa getað farið Evrópu. Í gegnum EES þá höfum við aðgang að því sem heitir Creative Europe. Já. Þar sem við getum sótt mikla styrki og þar á með líka ferðarstyrki fyrir listamenn til þess að komast Já. Þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum. Alveg eins og það rándýrt fyrir, eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi. Já. Þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki hann bara alveg feiknalega mikilvægur. Og hugsaðir sko gildið verðmætin fyrir Íslands einsleitt fámennt samfélag. Já. Fólkið sem sneri aftur, kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tilliti erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meginlandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað? Sko ég held, það mikið til í þessu, ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld. Já. En að því ég hef búin að vera glíma oft við íslenska bókmenntasögu, bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum við útlönd. Já. Það eru síðmiðaldir þegar Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum víðsvegar og það prentöldin eftir að hún byrjar, það 19. öldin og svo nútíminn allur. Þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm. Sko ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningar pólitísk áhrif. Já. Okkar styrkur á því sviði miklu meira enn sem nemur mannfjöldanum. Virðingin sem til dæmis Evrópubúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi. Og eins og sagt við erum 80% þann inni sko. Hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka. Ég að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að mér finnst ég rekast víða á. Sko af því að ég nefndi það áðan og þú værir æfisöguritari Laxness, ég nú með hlungininn góða. Já. Þetta nú ekkert smá rit. Nei. Halldór Laxness ævisaga. Ég held að þetta hafi stemt fólki í hættu fyrir að sofa sko. Og ég ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en við byrjuðum að spjalla og til dæmis sko það rifjaðist upp fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunnar fyrstu prentuðu skáldsögu Laxness þá kveður hann dáið allt án drauma og dapur heimur. Og sko hvernig skýrum við þessa svartsýni, hvernig skýrum við að í stað þess að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað, þróttmikil og jákvæð til nýskrefs sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi. Af hverju eru svona mörg okkar hinum megin? Sko einhverju leiti svartsýni og bjartsýni þetta náttúrulega einhverju leiti svona karaktereinkenni sem enginn stýrir en að einhverju leiti þetta líka svartsýni sem menn að nota sér pólitískt sko. Að það verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrif í þessu sambandi að segja Evrópa í ólögum vandræðum og að sjálfsögðu það stríð í miðri Evrópu sem við höfum líka tilhneigingu til að gleyma og það alveg ljóst að það allskyns hættur sem steðja að. En að því þetta nú uppáhaldslínur mínur hann sem tiltekur, þá þetta aldrei gaman til þess að hugsa. Hann yrkir þetta 16 ára. Svo þegar hann 70 og
og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túninu heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir, svona myndi ég líka yrkja núna. Og þetta finnst mér góð ástæða. Já, þetta vissi ég ekki. En þetta semst uppáhaldstilvitnun hjá þér. Já, ég held mikið upp á þetta. Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst? Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það þú getur ekki tala fyrir annara hönd sem þar auki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt, stundum í sko stríði við sjálfan sig það, en hann var þetta tvennt, Íslendingur og heimsborgari. Og það er það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert, að reyna að halda í þetta tvennt. Já. Þú fórst snemma ungur utan eins og varst að nefna áðan við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur utan og við erum ættilega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera, hann hefði aldrei yfirgefið Ísland. Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér. Sannarlega skrifaði hann þessa bók Barn náttúrunnar þegar hann 16 ára, 17 ára fer hann svo til útlanda og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir. Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu sinni búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur, sko. Nei. Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð, sko. Fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar. Og það dýr þá ekki bara að sitja heima við. Nei. Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværis umræða, en ég samt rekist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gamla heimi meginlands Evrópu. Já, það er alveg ekki þar. Maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa á þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alla sína ævi. Núna til dæmis er Bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga, öll framlög til bókaútgáfu, alla opinbera styrki að það hefur stórbreyst ástandið. Vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og í Íransstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum. Og þetta að horfa upp á land sem er að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu, bara það gæti ekki verið meira ósammála. Nei. Sko þessi menningarlega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu. Ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og mér alltaf fundist þetta er svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd. Þetta er ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og sko þegar er talað þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leyti og menningar, þegar er rætt þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum við að segja við sjálf okkur? Þetta er mjög ófrjón nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi öll að hnigna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræðissamfélög haldi velli. Já. Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unnið stóra sigra. Það er mjög hægri sinna flokkur í Frakklandi sem getur líka unnið sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu. Og við eigum heldur ekki að afsala okkur sambandi við umheiminn eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samleið með hvað
gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respekterar okkur mest. Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trump einn morgun og hann setur 100% tolla á allt sem hérðan kemur. Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollarðar. Þessi leið, hún undirstrikar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalagi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna á fartir skrattans heldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir. Hugsaðu það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fékk að sjá það verkefni og það í ferlega vondri stöðu framan af. Þannig að það kom gott framlag frá hennu opinbera og hérna sem nú var þetta utanríkisráðherra átti reyndar stóran þátt í og ég man ennþá þegar forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 meðan við héldum við ættum það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag Evrópusambandið sem forstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu. Svo erum við komið þannig og krónan hreinur helming. Framlagið helminguna því sem það var. Við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennilega og svo þetta sæjist almennilega og svo yrðu bækur þýddar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi. Okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnum verðum þrátt fyrir bankahrunið og Icesave og allt þetta dót. Og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur. Ég var að reyna að reikna það út daginn. Ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári. Sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira en við. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst til dæmis í bókmenntum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leyti við tónlistina og sumpart myndlistina. Það var horft til okkar. Það á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sýna þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama. Já. Af hverju hrífast Þjóðverjar í okkar bókmenntum? Ég hef verið að reyna að átta mig á því. Ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf. Það sagnalistin. Þú veist, þetta sem Íslendingar hafa kunnað síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna, ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega, að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum. Svara hinnum stóru spurningum sem Þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífurlegum abstrakt heimspekikerfum. Svara þeim með því að segja sögu frænda sinn á Súðavík eða eitthvað. Þú veist, þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunnar. Já. Þú veist, þetta siðmenningin á ystu mörkum. Þess vegna sáu svo margir manstu tengingar milli Íslendingasagna og kúrekamynda. Og það svolítið þetta og ég held að Þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmenntinar og þá ekki bara frásanna bókmenntir hafa skipt okkur miklu máli. Þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára afmæli Lúður Þeitarafélag Reykjavíkur var stofnað 1876. Já, skemmtilegt. Fram að því höfðu, kannski örfá skiptið þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spilað saman á hljóðfæri sko. Og 1876, nú sagt þetta áður, það árið sem Niflungarhringurinn fluttur í heild sinn í Þýskalandi. Það höfðu 5 íslenski iðnaðarmenn keypt sér lúðra í Kaupmannahöfn og stofnað þetta band.
og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarin B. Þorláksson og það árið 1900 í Glugga og verslun í Reykjavík. En hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmenntinnar og þessar bókmenntalegu hefð. Og en það skiptir ekki bara máli að hafa það skiptir líka skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli. Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega. Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að Þjóðverjar og Þjóðverjar hefðu bara mikinn áhuga á þessu samtali. Já. Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur. Já, svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum í mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgu leyti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það að einhverju leyti því að við erum út úr, ég veit það ekki, maður þurft að pæla eins svona betur í því, en það kannski, nú þekki ég það ekki nógu vel ef ég bara vera hreinskilin með það, hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi. Þekkir þú það? Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmenntunum mjög mikið. Það eru möguleikar tungumálsins. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur, varðveitist, en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram. Og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja. Heldur inni í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumál. Sko, ég ætla ekki að halda þig mikið lengur, Halldór, en þetta mjög svolítið ókvanlegt að sjá þig með bókina. Ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum. Það er gaman að heyra. Já, síðasta halva árið. Hvers vegna? Það verði nú að gefa Morgunblaðinu að þeir byrtu merkilega frétt það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness. Já. Það var nú uppalega tengt framhaldsskólum. Já, já. Og þá bara eins og hálfþjóðin hafi fengið móral og það Við getum nú verið góð í þessu, í viðbrögðum þegar vástæði og gefum þeim þá það sko. Gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar. Já. Ég fór síðustu viku í einhverja göngu á vegum Borgarbókasamsins milli sögustaða Halldórs innir í bæ. Já, heyrðu þú slóst alveg í gegn, skilst mér. Ég segi það nú kannski ekki. Voru ekki 100 manna í göngunni? Jú, yfir 200 manns. Ég hef allavega verið í mörgum mótmælagöngum sem voru fámennir af þetta. Já, einmitt. Þannig að áhugin nú þarna. Áhugin til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana. En manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni Unni í landnámssetrinu upp úr Sörkuvolku sem sko 95 ára gömlu bók. Já. Og algjörlega bara vitrasmannið hana sem fullkomin nútímastykki. Og þetta einhvern það sem bókmenntina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko. Það það klassíska bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverja nýrar kynslóðar. Já. Það sem Unnur sér í þessari bók annað en það sem pappina sá þegar hann var að leikstýra Sörku 40 árum fyrir að hvað það var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu af því ríkidæmið svo mikið. Já. Samt fannst Halldóri ekkert merkilegra en tónlist sko. Nei. Þó hann hafi skrifað þessi á 3000 blaðsíður eða hvað það er. Hér hefur maður stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bók að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju. Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð leið sem hann fer oft. Þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk mér sé byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur
Það sem söguhetjan missir eitthvað í lok hvers þáttar. En það er líka fegurð. Og í heimsljósi er fegurðar þráin. Hún er bara sjálft viðfangsefnið. Það vantar svolítið fegurðina í Evrópuumræðinu það er ómikið að harmi. En hérna, af því að Laxness nú, sko, ég nefnilega þér sammála það að hann ætti að vera sínálegur okkur og það ekkert mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtímann en núna og hérna, ég veit ekkert hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því Morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhvers staðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir. Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð. Í nágrannalöndunum hefðu öll almennilega blöð sérstaka menningar síðu svo til daglega en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi. Hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi, öllum Íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur. Þetta eins og að tala fjósaskít allt árið. Þetta skemmtileg. Steinglima þessi. En hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratugnum. Þá fannst honum einhvern veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig. Nei. Því að höfundar nú svo sem allir eins með það, sko. Það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið. Og þegar eitthvað fór í tögunum, alveg frá upphafi, þá gat engin formúlerað betur en Halldór Laxness, sko. Nei. Og það sem fór alltaf í tögunar á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi. Nei. Sem heiðarlega ástæð. Já, en það sem hérna fór alltaf í tögunar á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna Íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifina í Evrópu og Ameríku. Þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin herðum. Og það gæti verið allt sko, milli þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem að gatt staði í sko blaðadeilum út af. En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna, þessi ógnvænlega byrði. Hvað hann fannst þetta flókið starf, hvað hann fann mikið til eigin ábyrgðar. Já. Alveg magnað. Heyrðu, Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu. Já, þú ert alveg harður á því. Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að Rauðaborðinu, Halldór Laxness. Til þess en við höfum bækurnar hans og þú ert talandu það bara svona rétt að hann í sleppið er þú ekki bara ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur? Jú, það á að koma út í haustbókum íslenska bókmenntasögur frá upphafi til voradaga skrifuð hérna af einu manni í einu bindi handa almennum lesanda. Almennum lesanda? Já, þetta er ekki háskólaritið eða neitt slíkt. En úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldórs Laxness. Já. Áður en Halldór var hann 30, sko. Já, einmitt. Skemmtilegt. Svona tengist þetta allt í hring, sko. Nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna. Sömuleiðis. Við göngum göttuna áfram, kæru hlustendur, nýr kapli eftir andartak, ekki fyrir langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir.
Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Heyrðu, við erum lent á Hellisandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson er hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætlar bara að sýna okkur hvað er í gangi þarna og leyfa okkur að heyra hvernig stemmingin er. Sólmyrkvi á Hellisandi og hátíðinni kringum það er sem sagt til umfjöllunar núna og Jón Bjarni, heyrir í mér? Já, ég heyrir. Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ. Yes. Ég er hérna núna fyrir framan fyrsta þessum tjaldsvæðisfólki og tjaldsvæðisbarnum. Ok. Þetta er sem sagt, er þetta stóra tjaldið eða hvernig, er þetta það sem að, nei. Þetta er bara svona... Þetta er tjald sem að þjónustar stóran hluta þeirra sem er á tjaldsvæðinu. Þetta er tjaldsvæðisbar og veitingastæður. Ok, frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins hringin, eru hérna tjöldin hérna niður við... Svo þú var að saka að símið mér hringi svo mikið að þetta slökk á því hérna. Já, þetta er svo tjaldið, hérna er sko matsölustaður, það bara, get ég snúið ykkur við, bara þægilega, get ég, sko ég nota Zoom svo lengi og opna og blokka þetta, sjá. Já. Sko, þetta er svo tjald og hér inni, og labbaðið inn, hér inni fólk að fá aðfengt tjöldin sín og miðalinn sína, hérna fara sér að borða. Já. Og þetta var opnað fyrst. Hér eru fyrsti gestirnir að koma. Það var annar eins tjald, hinum í svæðinu, fyrir húsbíla og hjólís og svona. Og svo ég hérna sjáði hérna yfir, hérna horfum við sagði, en sko aðalsviðið, það sem að festivalist, það er svona, sér það ekki hérna. Ok. Það er ekki opnað það. Já. Hérna er allt lífið núna, hérna er fólk, hérna er að taka með fólki, hérna stoppar rúturnar, hérna að koma frá BSI og Keflavík með gestina. Já. Og hér fær fólk miðana sína og hér er partíið á kvöldin núna. Það er partíið á kvöldin. Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna hvernig dagskráin er hjá okkur núna í dag og næstu daga? Sko, núna myndi ég giska á að þessi komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000 manns. 2000 manns. Og í lok dags í dag verða 3000 brúna. Það stega flestir að komnir þetta í lok dags í dag. Já. Og er slatti af einhverju svona þjóðþekktu og heimsfrægu fólki hjá þér? No comment, en hérna, ég var allavega bara í morgun, þurfti ég að fara í vettvangsferð með erlendir lífvaraþjónustu sem var að taka út svæðið til að tryggja sinn gest eða kuna. Já. Þannig já, það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fullt af fólki komið og hérna, þannig þeir eru 200 listamenn sem koma fram. Þannig að allt í allt, sko, það verður 3500 manns hérna á svæðinu, eða 3750. Þar af eru kannski svona 500 sem eru listamenn, fyrirlesarar eða hérna, einhverjum sem að kenna jóga eða hugleiðslu. Svona meira en svona 15% af þeim sem eru á hátíðinni eru að taka þátt í henni líka. Já, með einhverju innleggi og einhverju framlagi. Yes. En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og her í kringu sig sem er að mæta? No comment. Þetta er náttúrulega ótrúlega spennandi tilhugsun, maður verður alveg látið þetta ímyndilegt í hug. En fólk er hérna, að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun á svæðinu eða í hvað tilgangi er fólk að koma? Og útlendingar, það eru 85% útlendingar sem eru að koma hérna. Já. Og
þetta bara fólk og langflestir auðvitað eru að koma til að vera á hátíðinni og sjá tónlistina en megin tilgangur ferðarinnar að upplifa alltaf myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta fólk sem komið til að vera í náttúrunni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum upp á, bara búið að skoða allt, fara allt nes, það alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað og þetta fólk bara hérna til að upplifa og vera hérna í viku í 10 daga sem að upplifa þennan stað hérna og þeir sem hafa komið á Hellisland í góðu veðri, það ekkert margir fallegir staðir í Íslandi sko. Nei. Það sturlað að horfa á hana jökul allan dag. Akkurat. Og bara orkan hérna og fólk sko, þessi útlendingar sem komið þeir eru bara strökk sko, þeir eru bara vott, hvað í gangi? Já, viltu sýna okkur jökulinn, hérna sérst það núna? Hann er hann einhverstaðar. Nei, það. Hann er, já. Það rétt aðeins. Þetta smá skýjahula. Skýjahula hérna, já. En hann hér. En hann þarna. Kríurnar líka hérna. Og kríurnar, já. Eru þær að láta ykkur í friði, eða? Það hérna, sjáðu hérna, þær eru hérna bara yfir sjástanur svo litlar sko, en hérna þær sveimaðar yfir og við þetta útskýra það fyrir þessu fólki hversu stórkostlegt dýr krían er. Já, hún að passa ungarna sína. En þær eru byrjar að fara, sko, það voru miklu fleiri hérna bara í síðustu viku. Já. Þær eru byrjar að fara í burtu. En segðu mér nú aðeins frá þessari hátíð og þessari hugmynd sem þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa þennan sólmyrkva og hvernig skapið þetta andrúmsloft í kringum það? Það þegar myrkvinn skellur á morgun, við opnum aðalsviðið, hátíðasvæðið sjálft, það sem búið að opna núna bara tjaldsvæðin. 2 morgun þá opnar hátíðasvæðið hérna niður frá og klukkan bara áður en myrkvinn byrjar, myrkvinn byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina. Þá verður Högni Egils að spila upp á sviði, svo bara þegar myrkvinn byrjar þá hættir hann og fólk bara nýtur myrkvans, það bara bannað. Við munum bara senda tilkynningu, þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér, þú setur ekki drón í lofti, fólk nýtur þess bara eins og vill njóta þess, svo þegar myrkurinn búinn þá tekur áskriftfresti við. Og svo þegar það búið þá bara hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram til 5 á sunnudagsmorgun. Vá, þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkvan, að fólk fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna og þetta... Já, það bara, það sko, ég veit sko, það hefur legið við handalögmálum þegar fólk setur dróna á loft þegar það sem fólk að njóta sólmyrkva sko. Já. Þetta bara moment sem fólk bara fara að nota sín í friði og við munum alveg reyna allt við getum alltaf rótin epli allstar eins og við vitum en við munum best alltaf gera það fullst það bara þögn núna. Það bara þögn. Hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona hrætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og þannig að stór hópur af fólki, þið undir það búin að einhverjir missi tökin? Við erum með, það verður sjúkrabíll á svæðinu, við erum með okkar eigin sjúkratjald á svæðinu, það eru hjúkrunarfræðingar og vanir sjúkraflutningamenn sem að sinna fólk og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnarstöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og sjúkrabílarnir með bara beinað aðganginn á svæðið og talstöðar öllum. Við erum alveg með öryggismálin, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, öryggis sko. Þá ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta allt þaulskipulagt. Þetta allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, það ekki? Í mars í fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 82 plásum. Já, ok. Og hvað þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta? Sko, þeir sem standa á bakvið þetta náttúrulega bara erlendir aðalar, bandarækjumenn, sem fyrirtæki sem Mitch Morales, sem nú verið á RÚV einhvern tímann. Já. Hann á fyrirtæki sem heitir MXP og þau bara höfðu samband við okkur, mig og konuna mína, sem við vorum að vinna á Solstice í mörg ár og tókum það yfir 2019 og höfum ekki haldið hann síðan. Secret Solstice, tónlistarhátíðina stóru, já. Já, þannig að basically teimið sem jarðýturnar sem settu upp Solstice eru bara að vinna undir okkur. Við sjáum framleiðsluna, komum sér upp, framkvæma þetta og taka þetta niður aftur. Og Amerikarnir sjáum markaðssetningu, miðasölu og allt, og finna
auglýsta fyrir sínum kúnnum. Því að sko, margir af þessum kúnnum er fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessir ameríska aðalar, þeir hafa haldið svona viðbyrð áður. Voru í Texas í fyrra, Oregon 2017 og verður ekki eftir enda næsta ári. Þannig þeir eru bara fengu okkur til þess að framleiða þetta fyrir sig hér. Þannig að þetta er gert fyrir, hugmyndin er að þetta sé fyrir þennan hóp sem er að elta svona sólmyrkva út allan heim. Já, sko fyrst þegar þetta kom til okkar borð, þá voru þeir ætlaðir að gera þetta í Reykjavík, voru spáðir að gera þetta í Hörpunni og leiða Hörpunni eitthvað og við vorum spurð hvort ég gæti hjálpa þeim og mitt fyrsta svar var bara, ég nenni ekki að halda tónlistarhátíð í Hörpunni, en það ætla ekki að vera út í það. En ég spurði af hverju það ekki út á land, þá var stjörnusagar, það var með stjörnusagar í haustum ykkur staðar og ég myndi byrja, sést þið ekki best á Vesturlandi og ég sagði, erum við að spá í Snæfellsnesi og svo bara, gerðist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá Mitch, bara hafa rúmlega að tala við Gitta bæjarstjóra og spurði okkur hvort við getum kíkt upp á Hellisand og séð hvort það væri hægt að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar og við fórum upp til og heldum bara eins og bara fórum ekki potið borga fyrir þetta skilur og svo bara sáu við fótboltavöllin á Hellisandi og þetta svæðið í kring og bara holy shit já, við erum til í þetta en þetta er búið að vera ég er ekki ígjá, ég er búin að tala við tæknumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp sviðin og svona það sem það er búið að búa til þetta og ef verður framkvæmt næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert aftur. Þetta er flóknasti viðburður sem er nokkuð tíman við skipulagðist. Og áfallegasta stað á jarðríki, eða hvað? Þetta er til stjörnusagar nema hann er svona alheims stjörnusagar. Hann er bara stjörnusagar bara fyrir heiminn. Hann er bara komið nokkuð sinnum og hann er bara að sjá einhverja 19 almyrkva. Ég hitt hann í þjóðgarðsskálanum, hann sagði bara ég var að spája að fara til Spánar, svo bara keyrði ég þarna. Hann sagði bara, þetta er bara eitt fallegasti stað sem ég séð. Ef það er einhver séns að ég geti séð sólmyrkva hérna, þá er þetta bara, þá getur bara hægt. Þá bara ég búin að ná mínum óbiti. Vá, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinnar, hugsanlega, sem að fólk er að fá að upplifa á morgun. Ég er bara að hitta svo margt fólk hérna sem bara sjá þetta áður, það bara lýsir eins og einhverju það fyrir sumubyggi, bara sem fólk bara tárast þegar lýsir því þegar það sá það síðast. Þannig að ég held að Íslendingar séu, típist þeir ekki ennþá alveg búin að fatta þetta, Já, annars finnst mér þetta rosa skemmtilegt og finnst mjög gaman að sjá þig þarna, Jón Bjarni, í þessum aðstæðum og ertu til í að labba aðeins og leyfa okkur að sjá, bara ef þú bara í róliheitum beinir myndavélinni þarna eru tjöldin, sjáum við, og hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér? Það eru 750 svona hvítjöld þarna sæðinu. 750 tjöld. Og eru sem sagt allir þáttakendur með eitt tjald? Allir sem borgar sín og hátíðinu fáið tjald? Það er sumir komið sín eigin tjöld, en flestir keyptu tilbúin tjöld. Hérna, fyrir aftan mig, ég sjá það, hérna eru fólk sem er búið að keyra sína eigin húsbíla. Já. En ég er svæðið er ofboðslega stórt. Já. Það er nógu mikið undirlendi. Það er alveg 100 og eitthvað 1000 fermetrar. Já, þannig að það er nóg pláss fyrir alla. Það er miklu meira nóg pláss fyrir alla. Þannig að það eina sem hérna er einu staðan það sem er fólk. Já. Þannig að hérna er tjaldsvæðið opið, það er annar eins svona tjald ákveðat í hinum endanum á tjaldsvæðinu. Sem er það sem er líka fólk sem gera sama. Svo er bara hátíðasvæðið hérna mitt á milli. Ég sá að þið voru nefnilega með risatjald, það sem að meira og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu. Er það ekki rétt hjá mér? Og rólatjald, stærsta tjald sem við sjökkum búinum. Já, hvað er það margir fermetrar? Það er, 1000 fermetrar heldur. Já, 1000 fermetrar tjald. En segðu mér nú eitt, hvernig hefur þið gengið, þú nefndi Kitta bæjarstjóra og þetta fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur, hefur það allt saman gengið vel og er Hellissandur að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta? Ég held ég þekki helminginn af kvenfélaginu hérna og starfsfólki hérna og þetta er bara
bara frábært, bara fólki að Hellissandi búið að vera yndislegt og þeim finnst það gett skemmtilegt og fólkinu okkar útlendingum finnst gett að hitta þau og þetta er búið að vera bara frábært og þau eru rosalega spennt, ég held að séu allavega 200 íbúar Hellissands sem eru komið með á hátíðina og ætla að koma að njóta. Ég á eina spurningu eftir. Hvernig leggst í þig, þú veist, veðurspáin? Má ræða það? Lítur þetta ætlið þið að vera jákvæð þótt að rigni? Við erum komið veðvélina frá Bjaldi. Við erum búin að fá veðvélina sem að Jakob Frímann var með á Kaljó. En sko, það veðurspáin allt í lagi núna, en það þannig og það heimamenn búin að segja mér það að það eitthvað veðurfyrirbæri sem mann ekki okkur heitir núna, en það eitthvað sem að nálægð Snæfellsjökuls við sjóinn gerir það verkum að það oft þungskýjað alls staðar á Snæfellsnesi nema bara rétt í kringu jökulinn. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrarsjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána, það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætla bara að trúa því. Herru, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur hérna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna og þú allar að senda okkur myndband. Ég ætla að senda ykkur vídeo af aðalstöðan eftir. Já, frábært. Heyrðu, þakka þér. Já, bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellissandi og Solar Eclipse hátíðinni sem haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að já, takk fyrir þetta. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Þá dagskrá Rauðabórsins tæmd og við minnum áskrifundur, það fólk sem vill gerast áskrifundur og að láta verða að því, fara inn á heimasíðu samstöðvarinnar, þar hægt að finna hnapp sem að hægt að skrá sig fyrir áskrift og okkur veitir ekkert að því. Það eins og við erum búin að sjá í kvöld, þetta mikil dagskrá sem kostar mikið að þreki, mannlegu þreki, og okkur þætti vænt að fleiri gengi í liði með okkur. En ég þakka okkur fyrir að hafa fylgst með okkur í kvöld og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakka fyrir að hafa séð upptökur og útsendingu og sjáumst aftur annað kvöld. Sæla sinni.